Magnús Kjartan á Suðurland FM. Það held ég, við höldum áfram hér með heilsuvikun okkur á Suðurland FM og ég var búinn að lofa ykkur því að ég ætla að heyri honum Guðmundi í fiskbúð Suðurlands. Komdu sæll og blessaður, Guðmundur. Já, sæll og blessaður, Magnús. Hvað segja menn í dag? Bara ljómandi fín. Er það ekki? Það er ekki hægt, þannig að svona góður í stegi. Er það nokkuð? Herðu, ég var að spjalla við þig á þann og þú varst að klára fiskmarkaðinn, sagðirðu, klára markaðinn. Já. Hvernig, svona, nú hef ég alltaf verið svolítið forvitin, hvernig virkar svona fiskmarkaður? Já, þetta er mjög sniðugt kerfi eftir að þetta kom í gagni. Þetta er náttúrulega svona klukkukerfi og það situr fyrir fram að tölvuna og getur keypt fisk alls staðar að á landinu. Já. Og við fylgjumst bara með þessu þegar það sem er í gangi. Við fáum allar upplýsingar hvaða veiðarfæri, stærðir á fiski. Já. Og hvar viðkomandi bátur er og svo er boðið í. Já. Það er allir sem er í þessum fiskbransa að bjóða í. Það er bara hver býður best. Þannig að þetta er kerfi sem að hefur svona gengið vel. Já, þetta hefur lukkast mjög vel. Já. Og bara mjög gott fyrirkomulag. Já, maður hefur heyrt þetta svolítið í fréttum en hitt fer á markað og annað slíkt sko sem er að tala um allavega maður heyrir þetta í fréttum, það er alltaf verið að tala um markaðinn. Nú loksins veit ég hvað markaðurinn er. Já, þetta er bara til þess eins og nú kannski bara vantar mig ísru og gái til dæmis á fiskmarkaði Þorlákshöfn og ég sé að það eru tveir bátar þar úti eins og núna ég var að kaupa á hann einum bát og ég veit að hann er að koma inn klukkan 4 og ég kaupi þarna, næja að kaupa eitt karavísa á honum og þá bara verði ég standa í klukkan 4 niður í Þorlákshöfn og næja í fiskinn og hann er bara komið hér til okkar og til afgreiðslu bara strax. Bara ferskur og glænýr? Já, þetta er bara þvílíkur munur eftir að þetta fyrir konar kom, þannig að maður getur fylgst svo miklu betur með öllu. Já, þetta er svo satt, allavega með hvernig þú útskýrir þetta, þá er þetta mjög sniðugt. Já, þetta er þá, þegar maður kannur það á þetta, sko. Akkurat. En þarna, fiskbúð Suðurlands, þetta er svona gamalt og rótgróið fyrirtæki. Búið að vera lengi í gangi. Við stöðstum feðgarnir 20. júlí 1989, þannig að þetta er að verða 25 ára gamalt núna í sumar. Akkurat. Og við erum búin að vera hér á Eyravi 59 allan tíman. Já. Og ekki gefist upp ennþá? Nei, við erum hér bara enn á sömu kennitölu og allt gengur bara í blóma. Já, það er frábært að heyra. Hvað er svona... Opnum nýja fiskbúð í 1. júní 2012 Já. Í vesturenda húsins og það var alveg bylting við það og þetta er bara komið ljómandi vel út. Já, þarna, hvað er svona það helsta sem er að fara í fiskbúðinni? Núna akkurat þessa dagana snýst allt hrogn og lifur. Já. Það er bara það sem að fólk alveg er sjúkt í og við erum að reyna að gera allt þess að hafa þetta á boðstólnum. Já. Við erum búin að vera með, skatan var alveg algjörlega mikið fyrir áramótin og það snýrist allt það og það gekk fínt. Svo er þetta bara núna hrogn og lifur í svona 1,5-2 mánuði. Já. Nú þetta er svo kemur hvert öðru. Það er þorrinn núna náttúrulega, þannig að við erum að vinja frá hákarl, súrankvarl, karfiskinn. Jú. Þannig að þetta er allt í gangi. Þetta er svona ástíðatengdur svona... Það er það, já. Stórum hluta business. Já. En svo er náttúrulega þetta hefðbund alltaf sem er náttúrulega bara alltaf í gangi eins og ísan er alltaf vinsælustum hjá. Já, og tekur eftir því sko, nú svona spyr maður af því að nú er mjög algengt að svona strax eftir jólin, bara á 9 ári, þá fer fólk að hugsa heilsuna og fiskur er ákaflega hollur matur. Verður eitthvað svona aukning í ákveðnum fiski eða... Já, það er sko, við náttúrulega finnum mest fyrir því að það bara er þörf fyrir fiski sko og fólki finnst þetta voðalega þægilegt að hafa fiskbúð á svæðinu og við bara finnum það hefur mikil aukning í þessu og tala ekki þegar maður getur boðið upp á þetta alltaf ferskt og glænýtt að við erum að fá miklu meira yngra fólki sem er bara ánægulegt og við höfum verið að reyna að auka úrvali hjá okkur og erum með svona fiskrétti, fisk í marinýringum
og svona það sem að yngra fólk að pröfa og það finnst þetta bara gott og það finnst okkur skemmtilegt. Já, og þarna, svona fólk að átta sig á því að það er til meira heldur en bara soðin ísa og steikti í raspi. Akkurat. Maður við tekið eftir því líka að menn eru svona opnari einhvern veginn fyrir að prófa ýmislegt með fisk sem að ég hefur til dæmis verið gert með kjöt í mörg ár, það eru margar eldunar aðferðir og það er alveg eins hægt að gera þetta með fisk líka. Já, það er bara sýnt sig sko, núna sérstaklega sem síðar á við fórum að þróa okkur í þetta að setja fisk í mariningar og sósurnar og þetta er bara veislumatur. Já, nákvæmlega. Þetta er bara virkilega fínt sko, þetta er bara sko sett í eldfastmót í 10 mínútur og það er bara komið með fínan mat. Herramannsmat og þið tóku við fiskréttunum var það ekki í svona mismunandi sósum og öllum þeim pakka? Jú. Þannig að það er bara, ef ekki að hvetja Sunnlendingar til þess að skella sér í fiskbúðinu og athuga hvað er í boði. Já, allir eru velkomnir. Nógu plássi fyrir utan hjá okkur, þannig að það er ekkit vandamál með það, þannig að getur komið hér og heimsótt okkur. Akkurat. Og ég er sem að bara, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og þakka þér sérstaklega fyrir að útskýra fyrir mig fiskmarkaðinn. Það er eitthvað sem ég hef alltaf verið forvitinn um. Já, það var ánægilegt bara, ég vona að þú setur reynstunni ríkari með þetta. Já. Og ég þakka bara fyrir að hringja. Já, takk fyrir. Bless, og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Bless.